Þegar einstaklingur greinist með krabbamein þá fer ákveðið ferli í gang. Við erum komin upp á sjúkrahúsið á Akureyri og við ætlum aðeins að fræðast það sem gerist næst. Það byrjar auðvitað þannig að oftast þannig að einstaklingurinn finnur að eitthvað ekki í lagi og leita til læknis. Og síðan fer náttúrulega ákveðið ferli þá í gang til að athuga hvað ræðir. Og það ferli getur náttúrulega oft tekið svolítinn tíma. Og ef það leiðir í ljós að krabbamein að ræða, þá fer ferli í gang. Annarkvort fer þá tilvísun á skurðlækna ef að ræða sjúkdóm sem hægt að skera í burtu, eða það kemur tilvísun til okkar að því hér fara lyfjagjafirnar fram. Og þegar komin endaleg greining og ákvörðun hvað framhaldið, þá fæ ég bréf, tilvísun hingað á krabbameinslæknana. Og ég sé að kalla inn nýtt fólk í meðferð til okkar. 2 krabbameinslæknar sinna sjúklingum á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þau koma bæði að sunnan og koma til skiptis norður og eru þá mánudag og þriðjudag að hitta sjúklinga. Ákvarðanir meðferðir og úrræði eru teknar á samráðsfundum í Reykjavík þar sem læknarnir ráðfæra sig við fleiri sérfræðinga stöðu mála. Ef það leiðir í ljós að fólk að koma hingað á deildina að hitta krabbameinslækni hjá okkur, þá hringi ég í það og býð í tíma hjá okkur. Og við reynum að láta ekki líða langan tíma frá því að við fréttum af fólkinu og þangað til það kemst í viðtal til okkar. Við reynum að hafa það eins stuttan tíma og mögulegt er. Þegar að fólk kemur í sitt fyrsta viðtal, þá erum við búin að ákveða að því að við erum með svona einstaklingshafa hjúkrun, þannig að við erum búin að útdeila hverjum og einum hjúkrunarfræðing hérna á deildinni. Fólki á ekki beint sinn eigin krabbameinslækni því þau eru 2 og þau vinna bara alveg sem teymi. En fólkið á sinn svona hjúkrunarfræðing og hann fer með í fyrsta viðtal og það er náttúrulega farið yfir þessa greiningu og hvaða meðferðir í boði og farið yfir hans sjúkdómssögu og fjölskyldusögu og allt það sem skiptir máli. Og að því loknu þá förum við þá fer hjúkrunarfræðingurinn með einstaklinginn inn á deildina og sýnir honum deildina ef að það máli að fólki sé að fara í lyfjameðferð hérna hjá okkur. Elva sýndi með deildina og nokkra af bæklingunum sem sjúklingarnir fá, en þar eru mjög greinagóðar upplýsingar krabbameinslyfin, en þeim fylgja oft miklar aukaverkanir og þau taka sinn toll á heilsu sjúklingsins þrátt fyrir að hjálpa honum við baráttuna við krabbameinið. Mér langaði svo aðeins til þess að fræðast það hvernig næringaráðgjafinn og félagsráðgjafinn koma inn í teymið. Fólk sem kemur hingað í meðferð oft búið að vera ansi veikt áður en að byrja hér í meðferð og hluti af veikindunum eru gjarnan lystarleysi og vanlíðan, almenn vanlíðan, ógleði og svona jafnvel andlegt álag og kvíði. Þannig að það hefur áhrif á matarlystina og þannig þá hitti ég gjarnan sjúklingana og fer yfir hvernig gengur að borða og við reynum að finna lausnir til að bæta næringarástandi. Því það er mikil áhersla lögð á það að fólk í veikindum nærist eins vel og hægt þó það geti á tímabilinu verið svolítið erfitt. Sjúklingar sem ég hitti helst eru fólk sem með krabbamein í meltingarvegi, í munni, vélinda, maga, þörmum, ristli, sem hefur náttúrulega bein áhrif á getu til að nærast og getu líkamans til þess að frá svo nýta næringarefni. Þannig að þar erum við kannski fyrst og fremst að bara finna lausnir þar sem fólk getur næst á þann hátt sem að líkaminn þolir og byggja upp jafnvel tap ef hefur verið erfið tíma á undan. En svo verður maður alltaf að meta bara ástandið hverju sinni. Þegar fólk er mjög veikt, þá erum við fyrst og fremst að reyna að uppfylla grunnnæringaþarfir, sölt, vökva, orkuefni. En svo á milli þegar fólk er frískara og gengur betur, þá leggjum við áherslu á að fólk fái fullkomnari næringu og uppbyggjandi fæðu og hollan mat. Þannig að þetta skiptist oft í tímabil þar sem maður þarf að meta það ástandið. Það er óhætt að segja að líf fólks geti tekið miklum breytingum í kjölfar þess að greinast með krabbamein. Það er í mörg horn að líta og fyrir flesta er það mjög kærkomið að fá góða leiðsögn. Þar kemur félagsráðgjafinn inn og veitir stuðning. Þessi félagslega ráðgjöf felst í því náttúrulega bara hvaða réttindi fólk hefur. Þetta er oft svona flókið samspil ólíkra
stofnana og þjónustu sem stendur í boði og þar komum við svolítið inn í svona bæði að upplýsa fólk og líka svolítið að fara fólki hvernig aðstæðurnar voru. Náttúrulega aðstæður einstaklingur rosalega mismunandi þegar það kemur inn og fjölskyldur og þetta eru svona ólíkir einstaklingar og bakgrunnur og annað og þá eru náttúrulega bara svona þarfirnar svo mismunandi og það komum við svolítið inn í. Það er svolítið bara að fara í gegnum fólk hvernig aðstæðurnar eru, hvað stendur í boða og svolítið kannski svona leiðsögumenn kannski í þessum kerfum og svo líka erum við svona stuðningur bæði og náttúrulega í þau bara eftirfylgnin sem við fylgjum oft málum eftir og einstaklingum og fjölskyldum og erum líka að veita svona stuðningi náttúrulega bara á erfiðum tímum og þetta hefur mjög oft mikil áhrif á í rauninni lífið og það sem búið að vera þessu vinnutap og annað og það svona þessar ólíku svona þarfir fólks sem þarf svona, sem fer í gegnum með yfir og svona styður í því. Krabbameinslæknarnir sem starfa vikulega á sjúkrahúsinu á Akureyri sinna mjög stóru svæði. Fólk kemur oft langt að til þess að hitta lækninn sinn og fara í lyfjameðferðir. Elva segir samstarfið við heilbrigðisstofnanir í heimabyggð sjúklingana vera mjög traust og reynt þannig að tryggja sem best utanumhald. Einnig samstarfið við Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis mjög gott. Þar getur fólk leitað sálfræðiþjónustu og alls konar aðra þjónustu, bara viðtöl og stuðning og þær eru líka með þjónustuna með gervibrjóst fyrir konur sem að fá brjóstakrabbamein og eins með svona stuðningsfatnað varðandi sogaðabjúg og þær hafa verið að koma hérna á deildina frá Krabbameinsfélaginu svona reglulega og alltaf vera með reglulegar heimsóknir hérna í vetur og þá bjóðum við fólki sem á deildinni hvort það vill hitta þær. Já, þeir eru kynni þeirra starf svona aðeins fyrir sjúklingunum. Já, við gerum það. Þetta í boði fyrir ykkur að þau vilja. Já, og við hvetjum fólk til að leita til þeirra því að það er mjög gott starf unnið þarna og það eru með mjög góða aðstöð og þær bjóða líka upp á aðstandendur sem fylgja náttúrulega mjög oft með hinga á deildina að þau geti komið niður eftir og verið þar jável tíma, yfir daginn meðan að fólki hér í krabbameinslyfjagjöfinni að það getur aðstandendinn farið niður eftir. Það að greinast með krabbamein að sjálfsögðu mikið áfall og sjokk fyrir þann sem í því lendir en það er þó hægt að segja að móttakan hér og utanumhaldið gerir það eflaust auðveldara fyrir þá sem í því lenda.